Góðan daginn. Það segir gott í dag. Á þessum fallega sunnudegi. Reykjanesi byggja fallegur sunnudagur. Allavega verður að fallegur ef þú gerir það sem Guð vill að þú gerir og ég er nokkuð vissum að hann reynir nú í dag inn í kirkjuna og stundina sem þar eru eða eru sem að byrja. Það er ekki allir með sama tíma á sínum samkomum en flestar þessar kirkjur allar þessar kirkjur í Reykjavík, já, hvað sem þær eru líklega eru með stundir á sunnudögum. Bæði frjálsir og hinir sem eru kannski ekki frjálsir. Ég veit svo sem ekki hvaða kirkja er ekki alveg frjáls. En svona tökum við nú stundum til orða vegna þess að við erum líka svolítið að goggunarraða þessum honum. Frjálsir söfnuðir, af hverju eru þeir frjálsari söfnuðir en aðri söfnuðir? Ef Guð fær að ráða, þá bara ræður hann. Og hvað er þá ófrelsið ef hann stýrir og stjórnar öllu? Guð elskar að sjá mannin frjálsan og hann stýrir og stjórnar engum en hann vill að fólk fylgi sér. Og hvernig fyrir ég nú að ég að fylgja drottni? Ég tilbyð og tigna hann, ég bið til hans, ég tala við hann og ég les hann í orði sem hann setti niður og heitir Biblían. Þá læri ég allt um það sem ég þarf að vita Guð. Og svo meira, hann gengur persónulega með mér. Þannig að ég og við þekkjum Jesús. Og núna viltu helst að ég bara fari og loki mig inni fyrir að segja svona það. Þetta er bara sannleikurinn. Þekkjum hann. Vegna veistu af hverju við þekkjum hann? Hann að fyrra bragði þekkti okkur. Þetta byrjar allt hjá honum. Sama hvað það er sem tengist í Jesú, þá byrjar það alltaf hjá honum. Öll vorum við á þeim stað misjafnlega lengi. Við náttúrulega vaknum á morgnana og gerðum eitthvað á daginn en ekkert af þessu var gefið Guði. En svo allt í einu breyttist allt saman og við viðurkenndum þetta er Guð. Eftir það þurfum við að keppa eftir því að gera það sem Guð vill. Og þá segir ég, hvað er honum kleikaður? Það sagði það reyndar enginn við mig, en kannski hugsaði það einhver. En þannig var ekki honum klikað. Það var orðinn rétt hugsandi loksins. Þú verður nefnilega rétt hugsandi þegar þú gengur með honum sem er lífið sjálft. Sem skóp, sem gerir allt, skaffar, útvegar, lætur að hafa það sem þið vantar. Þetta er það sem ég reynir. Ég hef það sem ég vantar. Og þannig líka er með þetta að þjóðragurinn er nú kannski ekki rosalega há mánaðartala. Nú nægir mér ríflega. Það því að í Guði þá hættir allt bröð. Þú kaupir þér það sem þið vantar og Guð vill að þú hafir það sem þið vantar. Varstu á með sjónvarpið maður? Já. Ég með meira sem er raðir af vídeódiskum. Ég má alveg gera þetta. Það lætur mig hafa það sem mér líka til nautna. Þannig að þú ert ekkert að missa neinu en það sem þú hefur það nýtur bara betur í Guði.
Svona talað oft, en það hefur aldrei nokkur maður sagt þetta við mig. Kannski þetta bara sögursagnir sem heyrast, sem aldrei hafa verið sagðar við einstakling, sem á þessum stað. Ég hef aldrei heyrt þetta hjá nokkuru manni að menn var eitthvað að fetta fingur út í það að ég það sem ég er. Bara aldrei. Ég búinn að vera við þetta í yfir 30 ár og rættu það. Kannski erum við að segja þarna meira en við sagt Og svona ykkur að segja, kæru vinir. Þá held ég að menn almennt séu bara ekkert að velta þér fyrir sér þannig séð. Ágætis náungi allt það. En ég held að það náu nú ekkert lengra en það. Trúaður, eða ekki trúaður, hver að pæli því? Í raun og veru, hver að pæla trúuðum manni eða ekki trúuðum? Ég held að enginn maður sé að því. Það er enginn hneykslast á mér yfir því að ég trúi á Jesú. Ég hef aldrei orðið var við það. En ég er náttúrulega verið að viðurkenna það og það er það sem gerist að þú kemur þér út úr þessu samfélagi sem vantrúa. Og þú ferð inn í samfélag sem trúa. Og það er náttúrulega ekkert verið að höggva neitt í trúna því að það eru allir trúaðir. Þetta er kannski það sem gerist hjá trúnni og þetta er raun og veru svo aðskilnaður sem Guð segir að verði að vera. Var þetta erfitt að skilja sig frá? Ég skildi mikið frá neina, þetta bara gerðist mér í tímanum og Drottinn hefur sameinaði þetta allt aftur. Það er ekkert skrítið við það því að Guð er góður Guð. Þannig að þessi hafa verið vinir mínir, þeir eru þannig bara ennþá. En þeir eru ekkert allir trúaðir. Og ef ég hitti þá, sem nú sjaldan orðið, þá maður alveg jafn velkominn og allir hinnir. Svo þeir viti hvar ég núna. Þannig að ég held að erum við ekki að gera stundum mikið úr þessu. Ég þekki þetta reyndar ekki að þetta hafi verið nein hindrun fyrir mig, bara aldrei ekki. Þannig að við erum kannski að segja stundum meira en við vitum. En það breytir ekki því að þetta er eitthvað tal sem að rjáttlast af manni og hugsun sem að hættir. Ok, ég valdi að fylgja Jesú. Varst að segja mér ég hafi ekki með það? Þess að vilt þú þá stjórna mínu lífi? Ef þetta viltu það ekki og þú ert ekkert að reyna það heldur. En þetta er eitt af því sem ég vel og ég er undir og ætla mér að vera áfram í þessu. Ég finn ekki að hætta núna. Ég er búin að vera svo lengi í þessu og það er alltaf jafn gaman í kirkjunni. Og það er nú þannig ennþá að hvernig sem vikan hefur verið, hún er nú yfirleitt alveg þokkaleg, þá finnst mér nú alltaf gaman að koma við í kirkjunni minni. Sem ég er búin að vera í, 15 ára eða ekki krakkar, í þessari kirkju. Þannig að maður þekkir orðið hvern krók og kima og þar eru svo sem búið að vera fólk allan tíma sem ég hef verið þar og margir búin að vera mörg ár sem að komu eftir það en sumir hafa farið kannski bara yfir í annan söfnuð en hvað var það með það, fólk bara kemur eða fer eða vill og það er enginn að skipta sér neitt af því. En ég veit að Guð veit hvað allt þetta fólk er. Hann veit hvar ég er og ef hann veit hvar ég er, þá er 100% vist að hann veit hvar þú ert. Hann er Guð. Og hann er þannig líka að hann kemur öllu til góðs vegar, alveg sama hvað er. Hann kemur því til góðs vegar. Þannig að með tímanum og svona með þroskanum í trúnni þá fer það að segja æ oftar, þetta fer allt vel. Guð með þetta.
Og það sannleikur, hann með þetta. Það ég hafa áhyggjur af því sem að Guði hvort þið með. Og það hefur nú svona eiginlega rjáttlast alveg af mér að vera að hafa einhverja áhyggjur. Ég ekki einn af þeim, kannski hafði ég oft alls konar áhyggjur. En ég held að ég þannig að rifja þetta upp. Konni, hvenær hafður síðast áhyggjur? Ykkur að segja þá bara manni það ekki. Þetta er ekki verið nokkur mynd á sig á manni. Maður hefur ekki verið áhyggjur af neinu. Okkur ég. Og þekki Guð og maður veit að hann leiði mann þangað sem maður vill. Og hann segir það sjálfur, það er mjög gott að vita. Hann segir sjálfur í orði sínu, þú veist það nú betur en ég, þú ert alltaf í orðinu, hangandi í þessu orði. Hann mun vel fyrir sjá. Vitið það, þetta er rosalega mögnuð setning. Ég veit ekki hvað maður hefur oft minnt sig á þetta. Þegar einhverja svona hugsanir koma, einhverja svona kannski leiðinda hugsanir, þá segir maður þetta við sjálf og segir, Guð mun vel fyrir sjá. Og hann er sannorður, hann er traustur. Hann hefði ekki sagt þetta ef hann ætlaði ekki að standa við það. Ég hef sagt margt, og það veistu nú betur en ég hef sagt margt sem ég hef ekki staðið við. Ég er heldur ekki Guð. En Guð leyfir sér ekkert slíkt. Veistu það hverju? Hann er meira en maður. Hann skapaði mann. Í sinni mynd, sem segir okkur það að við líkistum honum, þannig séð, en enginn okkar er Guð, en hann vil tengjast okkur og hann gaf með trú heilagalanda sem er þessi tenging við lifandi Guð. Beint samband minn kæri. Guð með heilagalanda í brjóstiðinu og mér mínu getur hvernig sem maður vill haft samband við þig. Ekkert mál. Og þú skynjar þetta þegar þú skynjar þetta með þeim hætti að þú náttúrulega með tímanum ferð nú að þekkja þessa rödd alveg pottþétt og kannski þekki maður hann alltaf pottþétt, ég veit það ekki. En þegar hún kemur til mín þá veit ég alveg hver er að tala. Þannig að það er alveg beint samband á milli. Allt í einu bara kemur ykkur viturinn frá Guði og það sem hafi verið kannski að hugsa það. Akkur þessi trúin á Krist, hún hefur þetta alltaf opið. Það lokast aldrei nein leið þar og Guð er bara með áallan plan og þú gengur þína línu, þitt líf og þessu stað í lífinu þar skal þetta gerast og svo framvegis og þú gengur og allt í einu ertu komið þangað og þá gerist það. Og hvað var það sem gerðist? Einhver blessun, eitthvað notalegt og gott sem að auðvitað eigur þér trúna, þetta er alltaf þess að auka trúna, en þú verður að þrauka og þú reyndar ekkert að þrauka og ég er ekkert að þrauka, það er bara trúin sem bara drífur þetta alltaf af stað. Og hvað er trúin? Hún tengist lifandi uppreisnum Jesú. Það er ekkert veikleikamerki á honum, en það geta verið alls konar veikleikamerki á mér og þér. Við erum ekki Guð, en við þjónum öflugum Guði, sem veit allt sem maðurinn er að glíma við, reyna og misskilja og alls konar svoleið. Við erum nú alveg meistari að misskilja, þú veist það nú. En þetta er eitthvað sem að Drottinn veit líka af. Hann segir, ég get ekki sleppt, það er hendinu minn gæri og hann gerir það heldur ekki. Þetta er nú hresingin sem hann vil gefa mér og þér í dag. Hann sleppir ekki af okkur hendinni. Hafi hann læst hend sinni í mig og þig og okkur og náttúrulega þá kemur trú með, þá er það bara endanlegt svar frá honum.
En við, veiklundað og allt það, getum verið að brölta við alls konar. Við getum orðið alveg upp í rjáur full af efasemdum og hiki og öllu. En trúin fær okkur alltaf til að taka skrefin. Áratugum seinna, já, eins og hjá mér, þá menn enn við þetta. Ekkert veikleikamerki. Ekkert sem að var og er neitt að fölna og svo framvegis. Þannig að við erum á grænni grein. Við erum nefnilega alltaf á grænni grein ef við bara höldum okkur við það sem við vitum að er rétt. Þá erum við alltaf á grænni grein. Og það er gott að vera á grænni grein. Hvað er græn grein? Hún tilheyrir tré sem er alveg spriklandi lifandi. Ef að tréð grænkar ekki, þá er það bara dautt. Og við viljum ekki tré sem er dautt. Við viljum tré sem er spriklandi lifandi. Og spriklandi lifandi tré gefur á sér blöð. Og sé það þannig gert tréð að bera ber, þá koma þau líka. Þetta er allt saman eitthvað sem Drottinn gefur og hann skaffar það sem þarf og það er nú eitt sem við lærum á trúnni, hann skaffar það sem þarf. Þannig að blankur maður, ég veit ekki, já, ok, blankur maður, hann er ekki til í Guði. Ég er ekki að segja nei, ég nóga peningu. En blankur maður er ekki til í Guði. Ég er búin að vera eins og ég segi trúaður í 30 ár og ég er aldrei blankur. Fyrir trú var ég oft blankur. Eftir trú ekki. Þannig er hann í dag. Alltaf með peninga. Og fyrir því sé ég þarf að kaupa, ég verð bara að kaupa það. En það náttúrulega hefur breyst alveg rosalega mikið því að maður er ekkert að bröðla neitt með þetta og ég er ekkert lengur að sanga að mér einhverju drasli sem ég er ekkert að nota. En það sem ég þarf, það fer ég bara að kaupi mér. Og það er alltaf innistæði fyrir því. Það hefur einu sinni gerst á þessum 30 eða hvað ég langt síðan, ég man ekki hvað það skiptir ekki máli. Þar sem að bankabókin mín, hún tæmdist áður en að koma mánaðamótum. Þannig að ég var eiginlega blankur í eitthvað 10 daga og mér fannst hann reyndar ekkert góð. En ég var nú búin að byrja mig upp á mat, þannig að þetta slapp nú allt. En yfirleitt er alltaf, já, töluvert inn á bókinni hverja mánaðamót og ég er ekki hátekjumaður. Hvað hafa kallar í ellilaun? Kíkt á það, þá veistu hvaða laun ég hef. Það er ekkert annars ég hef. Það er alveg yfirdrifið nóg. Og svo er alltaf veisla á sunnudögum í kirkjunni og stundum líka í miðri viku. En það er alltaf veisla í kirkjunni. Þú þarf að fara að drífa í kirkjuna maður. Kannski er það alltaf þar, eins og ég. Þetta er ekki, en það er til hamingju með það. Þá veistu alveg hvað ég er að tala um. Þá veistu alveg, vartu sammála því, mér þar, að kirkja er bara harðlega góð. En hérna erum við ekki búin að tala nú í dag. Við hvað? Gerði þetta aftur örugglega með þetta, en ég veit ekki hvenær. Verið sæl.